Herru, þú varst að bæta þig núna, segja okkur frá því og hvernig gekk hlaupið og segja okkur frá hlaupið. Alveg rosalega vel, það byrjaði mjög hratt og fyrsti ríkur var mjög frekar hraður en svo hæðist á þessu og maður elti alltaf næsta mann og tók svo fram úr þeim og náði að vinna með jafnt upp hlaupið. Tók alveg einhverja 3-4 sem sprungu sem sett eftir þegar hlaupið var hálfnaði svo og náði mínu besta tíma, bætt mig einhverjar 15 sekundur utan og svo 8 sekundur frá mínu besta. Græslega. Og hvaða tíma áttir á þér, segirðu? Ég átti 15:23 úti og 15:16 innús og þetta var þess að sljóp núna 15:08. Ok, glæsilegt. Og í hvað sæti varstu? Fjórða eða 5. sæti, ég veit ekki alveg hvort. Ok, frábært. Það ekki langt fyrir ofan það sem maður var búist við, svona fyrir með tímana? Ég átti 7. besta tíma fyrir. Okay. En það var einn sem átti 15:20 sem eftir í hvort þú horfir á innan utanlandstíman sem ég var sem 7. til 7. sæti. Ok, já, flott, glæsilegt. Og hvað ertu ekki bara sáttur við þetta? Ég er rosalega sáttur, mjög ánægður. Og hvernig finnst þið aðstæðanar? Mér fannst alltaf heitt. Alltaf heitt? Já, maður var alveg bara skralla upp í hálsinum og bara þurr og erfitt. Bara frá byrjun, eða? Já, meina bara beint í uppbytinu, þá var maður það sveittur, maður hefði getið verið klára að hlaupa heima, sko. Já. Og finnst þið betra að hlaupa heima eða finnst þið betra að hlaupa í svona aðstæðum? Miklu betra heima, að vera í 10 stiga hita eða 10-15 stiga hita. Já. En er ekki gaman að prófa þetta samt? Jú, alveg rosalega gaman og líka svona stórmót og gaman, skemmtileg stemming í kringum þetta. Já, þetta er fyrsta stórmótið, þetta ekki? Ég farið á NM U20 þannig að ég Vaxhöfu í fyrra. Ok, þannig að þetta er langstæðsta mótið? Já, langstæðsta. Fyrsta með A-landsliðinu? Já. Glæsilegt. Til hamingju með bætinguna? Takk fyrir.